Velkomin aftur. Á þessu ári eru liðin 100 ár frá því að skátastarf hófst hérna á Akureyri. Og af því tilefni verður mikið að vera á árinu hjá skátum, ýmsir viðburðir og uppákomur. Og fyrsti viðburðurinn er núna helgina. Ég kom með 2 skáta til mín, Jóhann og Tryggvi. Hvað er að gerast hjá ykkur helgina? Við byrjum bara á því. Já, við ætlum að setja upp jólaskraut í Vaðlaheiðinni, eða nýjárskraut, þar sem við ætlum að tendra, eins og var gert hér áratugum saman, stafi með eldi í Vaðlaheiðinni og það sem stendur skátar í 100 ár. Og skátarnir voru nú með ártal í Vaðlaheiði í eitthvað 30 ár. Hvernig hætti það? Það er 2004-05 sem það hætti vegna kostnaðar. Það voru svo óbúslega dýrt að gera það. Já. Þannig úr hverju er gert ártalið? Já, við erum nú að reyna að fetta okkur áfram núna með nýja aðferð að nota, við söfnum ægilegum hellingum af mandarinkossum og fyllum það á sægi og kveikjum í því. En áður var þetta gert með hampi, tjöruhampi sem var hægt að fá og bærinn lagði okkur hann lengi til en hann var hann svo opbóðslega dýr að það var ekki nokkuð þetta var mörg hundur þúsund að kaupa hampi þetta. Þannig lagðist þetta nú af. Vafalaust margir sem sakna þess að hafa ártalið? Jú, það er alveg öruggt og við svo sem við erum ekkert alveg búin að afskrifa að gera það gegn náttúr. Skátastarfið, fyrir þá sem þekkja ekki, grunnhugmyndin, hvað er að vera skáti? Já, það er stór spurning, en kannski einfaldasta svarið er að við erum að leiðbeina og aðstoða fólk við að verða sjálfstætt og ábyrgt í samfélaginu. Og gerum það með ýmsum svona skemmtilegum aðferðum. Er þetta þá uppeldisstarf fyrir börn eða? Já, ekki bara börn, uppeldisstarf bara fyrir alla sem að vilja taka þátt. Og þetta er náttúrulega á Íslandi, en þetta er ekki bara á Íslandi, þetta er alþjóðleg hreyfing líka. Jú, það starfa 20 milljóna í heiminum í skátunum og mjög mikið í Evrópu og Ameríku og síðan í Austur-Asíu. Þar hefur þetta vaxið mjög mikið. Síðan komu núna síðust árin gamla Austur-Evrópu inn með 100.000 skáta. Þetta er náttúrulega grunngildi skátahreyfingarinnar að hafa lítið breyst frá því að Beitin Páll settu þau fram. Það er að segja að má segja satt og standa við orð sín og vera góðu félagi og læra að umgangast náttúruna og bjarga sjálfum sér og vera sjálfstæður og svona ábyrgur einstaklingur í þjóðfélaginu. Og hvernig gerum maður það? Í gegnum hvers konar starf er þetta gert til dæmis hér á Norðurlandi? Ja, það er náttúrulega skátastarfið byggist fyrst og fremst á að krakkarnir vinni saman í hópum og það er oft talað við séum góðir að binda hnúta. Við erum náttúrulega líka nokkuð góðir að leysa hnúta og þetta er sem sagt krakkarnir eiga raunverulega að leysa sín vandamál sjálf. Þau eiga að skipuleggja starfið sitt sjálf, allt mismunandi mikið eftir hvaða aldri þau eru. Þeim er hjálpað þeim yngri og smá saman þroskast þau og þegar þau eru orðin komin unglingsaldur þá eru þau meira og minna farin að bera ábyrgð á starfið sín sjálf og við erum sem sagt að þjálfa upp þarna fólk til forystu í stórum stíl. Jóhann, nú ert þú aðstoðar félagsforingi, ekki rétt? Jú. Þrátt fyrir að vera ekkert mjög gamall, ég sé það á þér. Hvenær byrjaði þú í skátunum og af hverju? Heyrðu, ég byrjaði haustið 2001. Þá byrjaði ég í skátunum og Hvers vegna? Hvers vegna? Já, mér fannst þetta spennandi. Við fengum smá kynningu á skátastarfi og við fórum allir vinirnir og pröfuðum þetta og fannst svo gaman og síðan var ekki aftur snúið. Er einhvern tímann orðið of seint að verða skáti? Nei, það er aldrei of seint að byrja. Hversu mikilvægt er að hafa svona starf sem að fer svona aftur í grunninn, ef hægt er að segja svo, til náttúrunnar? Jú, það er auðvitað mikilvægt því að fyrst og fremst náttúrulega getur tæknin bilað og hefur sýnt sig að bilar oft og þú verður að treysta sjálfa þig en það er líka bara hitt að geta reynt á sjálfa þig. Það gefur þér tækifæri til þess að finna út hvað þú ert fær að gera og efla sjálfa þig með því að láta reyna á hvað þú getur. Og finnst þér er það spennandi að svona láta reyna á þolmörkin? Já, það er alltaf gaman að fara aðeins út fyrir þægindarammann og prófa eitthvað svona kannski nýtt eða framandi og mér finnst það hafa nú sýnt sig að áhuginn fyrir símum og tækni minnkar svona hratt og örugglega eftir að komið er í úttöluðuna og eftir að dagskráin byrjar að þá svona verður freistingi minni þegar að
Þannig þið eru ekki vandræði með það í skátaútilegum að fólk hangir í símólum? Það er allan ekki að mér vitandi verið vandamál svona, ekki allavega hjá mér. En nú frambóðið af afþreyingu, til dæmis hér á Akureyri þar sem við erum staddir núna, ótrúlega mikið íþróttir og alls konar starf. Hvernig gengur að fá fólk í skátana og börn? Það gengur bara svona upp og ofan eins og í öllu tómstundastarfi. Börnin verða bara að velja hvað hentar þeim og hvað þeim finnst mest spennandi. Verða bara forgangsraða sínum tómstundum eins og annað fólk. Jú, einmitt. Sumum finnst þetta það spennandi að þeir vilja hætta í fótboltanum eða handboltanum til að taka þátt í skátastarfi og svo er aðrir sem að taka það fram yfir skátastarfi þannig að eins og gengur. Og þetta sýnir sig að það hlýtur að vera eitthvað í þessar hreyfingu hvis þú getur hún orðin, það 1907 sem hún raunverulega fyrst stofnuð þannig að hún búin að vera þetta rúmlega 100 ár við lýði og alltaf að taka breytingum í takt við nútímann þannig að það eitthvað þarna einhver kjarni að það sem höfða til ákveðins fjölda fólks það alveg klart mál. Og nú stórafmæli á þessu ári, svona rétt að lokum kannski, hvað erum við að sjá á þessu ári, hvað framundan? Við ætlum að leggja áherslu á, við erum með ákveðin markmið, það sé fyrsta lagi að gera skátastarfi kannski svolítið sýnilegri í bænum, öðrulega að gefa almenningi kost á að taka þátt í starfinu með okkur einhver leyti og svo í þriðja lagi að krakkarnir, allir skátar, fái einhver sérstök verkefni á árinu við sitt hæfi og svo í fjórða lagi ætlum við að reyna að safna saman gömlum eða sögu félagsins, það er að segja félagana hérna í bænum og ná til eldri skáta með munu og minjar og sögur og myndir og allt sem til í skátastarfinu því að við ætlum að reyna að koma einhver skikk á þessa muni. Við eigum fullt af munum og í tengslinu það ætlum við til dæmis að setja upp á Hömrum í sumar svona vísir á útilífssýningu, það er að segja sýna gamla útilífsmuni og nýja jável líka. Nú síðan kannski stærsti liðurinn á árinu verður í ágúst þegar við ætlum að bjóða öllum bæjarbúum að taka þátt í útilegu upp á Hömrum. Og það semst verður opið öllum sem vilja koma ókeypis og þar verður dagskrá alla helgina, ég minnst stóran hluta helginni og við vonum að þetta verði svona stærsti liður í starfinu á árinu. Spennandi. En fyrir utan það nú svona minni dagskrár eins og utansverður og fleira. Spennandi, það verður gaman að fylgjast með því. Jóhann og Tryggvi, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Og hér eftir skamma stund ætlum við að tala við hann Hlyn Hallsson frá Listasafninu Akureyrar og fræðast hvað árið 2017 hefur í för með sér fyrir þau.